og að fá að sitja til borðs með þessum stórþjóðum og vera sem jafningi að fjalla málefni þessa svæðis bara mjög mikilvægt fyrir Ísland. Við erum í rauninni stórveldi á þessum vettvangi í heimsmálunum. Verkefni Landhelgisgæslunnar eru margbreytileg. Hún sinnir meðal annars öryggis- og löggæslu ásamt eftirliti á hafinu. Gæslan hefur víðtækt leitar- og björgunarhlutverk á landi, við loftför og við sjófarendur. En hver er björgunargeta okkar? Hvert er æskilegt viðbúnaðarstig vegna leitar og björgunar? Ef bjarga þetta 100 manna víður norðurslóða betra að hafa mannafla og tæki. Höfum við það? Hvað þarf að gera til að koma á fót fjölþjóðlegri björgunar- og viðbragðsþjónustu á Íslandi fyrir norðurslóðir? Til að ræða þetta hingað komin Sóley Kaldal sem sérfræðingur í áhættugreiningum og norðurslóðamálum hjá Landhelgisgæslu Íslands. Velkomin. Takk fyrir. Kannski fyrst aðeins þig. Hver er Sóley Kaldal? Ég er áhættu- og öryggisverkfræðingur að mennt, lærði í Svíþjóð og starfa núna hjá Landhelgisgæslunni sem sérfræðingur í norðurslóðamálum og áhættugreiningum. Hvað gerir áhættu- og öryggissérfræðingur? Ég reyni að skoða stofnunina frá svolítið víðu sjónarhorni í heild sinni með stefnumótandi ákvarðanir í huga. Hvernig við getum aukið viðbragðsgetu stofnunarinnar til að bregðast við þeim atburðum og atvikum sem við eigum að sinna. Þannig að ég að skoða hvað getum við með núverandi getu, hvar þurfum við að styrkja okkur til að uppfylla þau hlutverk sem við viljum uppfylla. Hver er þáttur Landhelgisgæslunnar í þjóðaröryggi? Og kannski, hvað það sem ógnar þjóðaröryggi? Já, það ýmislegt. Það var náttúrulega gefin út stefna, þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland 2016 og hún lítur á þjóðaröryggi á breiðum grundvelli. Hún ekki einungis að líta á hernaðarógn eða árásarógn, heldur allt sem að gæti raskað samfélaginu verulega og ógnað stjórnkerfinu eða íbúum þess þannig að við myndum ekki geta keyrt eðlilegt samfélag. Og þegar við horfum á þátt Landhelgisgæslunnar í því, þá hann náttúrulega verulegur út af því að það má segja það að yfir 90% af efnahag landsins sé á einhvern hátt háður sjónum. Hér náttúrulega flutninga- og siglingaleiðir og hafnir sem að taka á móti flestu því sem að gera okkur kleift að draga fram lífið á eyjunni. Og svo erum við auðvitað með auðlindirnar okkar í sjónum og við erum verulega háð þeim. Fjarskiptasamband okkar við umheiminn í gegnum sæstrengina. Við þurfum líka að vakta og verja þá. Og svo náttúrulega 12 mílna landhelgin okkar hinn eiginlegu landamæri Íslands og 4.800 kílómetra strandlengjan sá staður sem þarf að fylgjast með út því að þó að við séum með hafnir á flugvelli þá náttúrulega hægt að komast á land á fleiri stöðum. Þannig að við þurfum að verja þetta allt saman og Landhelgisgæslan, hún auðvitað ekki bara að fylgjast með landhelginni sem 12 sjómílur, við erum líka að fylgjast með efnahagslögsögunni sem alltaf 200 sjómílur og svo leitar- og björgunarsvæði sem alþjóðlega áætlað svæði á Ísland og það nær langt norður fyrir Jan Mayen, suður eftir Grænlandi og 19 sinnum stærra en landið, 1,9 milljón ferkílómetrar. Þannig að við þurfum að hafa augun á þessu svæði, við þurfum að fylgjast með því að allt fari eðlilega fram, að ekkert óeðlilegt sé eiga sér stað og engar óæskilegar ferðir séu svæðið. Mér langar að spyrja aðeins norðurslóðir. Þú sérfræðingur í norðurslóðum hjá Landhelgisgæslunni. Af hverju Landhelgisgæslunni með sérfræðing á því sviði? Já, það svolítið skemmtilegt að Ísland partur af þessu norðurslóðasamfélagi. Þetta eru 8 ríki sem að kalla sig norðurslóðaríkin og með land- og hafsvæði norðan við heimskautabaug. Heimskautabaugur eiginlega sú lína á landakortinu þar sem að sólin sest ekki á sumarsólstöðum. Það bara svona arbitrary áætluð lína
og hana skerast yfir 8 lönd sem eru við og hinn Norðurlöndin og svo Bandaríkjamenn, Kanadamenn og Rússar. Og þetta náttúrulega mjög öflugur félagskapur og að fá að sitja til borðs með þessum stórþjóðum og vera sem jafningi að fjalla málefni þessa svæðis bara mjög mikilvægt fyrir Ísland. Við erum í rauninni stórveldi á þessum vettvangi í heimsmálunum út því að við höfum ýmislegt til málun að leggja. Og við erum náttúrulega með hafsvæði sem ná langt upp á norðurslóðir og miðað við þær loftslagsbreytingar sem eiga sér stað fyrirsjáanlegt að umferð muni aukast. Hún nú þegar byrjað að aukast bara í auknum túrisma og ýmsum aðgerðum iðnaðar á svæðinu. Hún mun jafnvel aukast enn frekar eftir því sem þetta svæði verður bara aðgengilegra manninum. Þetta hefur náttúrulega verið svæði sem vakti engan sérstakan áhuga fyrir einhverjum áratugum síðan þegar allt var frosið fast. En núna með aukinni tækni, þekkingu og velmegun og loftslagsbreytingum, þá allt í að opnast þarna svæði og mögulega tækifæri en á sama tíma áskoranir sem að við þurfum að vera í stakk búin til að bregðast við. Ég tók eftir því í skýrslu frá innanríkisráðuneytinu 2016 þá það sem fjallaði einmitt þetta atriði áfallaþol varðandi skemmtiferðaskip og fleira í þeim dúr. Þá sagt að áfallaþoli sé verulega ábótavant. Nú eru við að taka inn, á síðasta ári við erum að taka 16 milljarða í tekjur, segja menn. Það eru 140.000 eða 150.000 ferðamenn að koma með skemmtiferðaskipin til Reykjavíkur, 120.000 til Akureyrar á síðasta ári. Erum við nægilega undir þetta búin? Sko, það eiginlega vandinn sá að ekkert af þessum 8 norðurslóðaríkjum tilbúið til að segja að það hafi fulla getu til að bregðast við á norðurslóðum. Norðurslóðir eru náttúrulega alveg sérstaklega erfiður staður fyrir alla og þá erum við náttúrulega að tala stórveldi eins og Rússland og Bandaríkin sem segjast heldur ekki að hafa fulla getu, jafnvel. Við erum náttúrulega að eiga við óvenjulega mikið myrkur, erfið veður, heimsmet í ölduhæð, pólstorma sem að skella á með engum fyrirvara og svo framvegis. Þannig að vandinn sá að við erum ekki tilbúin og á sama tíma og þetta hefur verið að gerast núna allra síðustu árum að það hefur verið aukning í umferð þá hefur eiginlega viðbragðsgeta flestra þessara ríkja staðið í stað og allavega á Íslandi. Við höfum ekki verið að efla viðbragðsgetun okkar verulega á síðustu árum en sem betur fer við erum vel vakandi fyrir þessu og svona fagmaður í svartsýni eins og ég sem alltaf að reyna að sjá hvað getur farið úrskeiðis. Við erum mörg þannig inni hjá Gæslunni, veljum okkur þennan vettvang út því að við höfum áhyggjur af því sem koma skal og viljum vera tilbúin. Þannig að við erum búin að vera í góðu samstarfi við okkar ráðuneyti til að benda á þennan skort sem við stöndum frammi fyrir og það sem betur fyrir nú þegar hafin vinna við að styrkja Gæsluna. Við erum náttúrulega með Þór, mjög öflugt varðskip og ætlum og komum til með að hafa flugvélin okkar meira á landinu á næstu misserum og svo erum við að fara að fá nýjar þyrlur. En betur má ef duga skal og það ekki út af því að Ísland sé ykkur eftirbátur, það bara út af því að þetta risavaxið verkefni fyrir hvaða þjóð sem að bregðast við ef að skemmtiferðaskipi hlekkist á norðurslóðum. Þannig í dag, ef að skemmtiferðaskipi hlekkist á, segjum út af Vestfjörðum, þá eru ekki aðstöðu til að Nei, sem betur fer þá erum við í mjög öflugu samstarfi við nágrannaþjóðir okkar og í þessu norðurslóðasamstarfi, bæði gegnum Norðurskautsráðið og þar eru bindandi samningar þar sem að við munum og erum skuldbundin til að hjálpa hvert öðru ef að vandi steðjar að, en líka í gegnum samtök strandgæslna á norðurslóðum. Þar erum við árlega með æfingar þar sem við förum yfir þessi mál, en eins og það var þarna Viking Sky atvik núna í lok mars í Noregi. Þeir sem betur fer í því tilviki þá verður skipið vélarvana og það byrjar að reka í 8 landi og þeir senda Mayday tilkynningu klukkan 2 eftirmiddag. Þeir ná að draga það frá skeri innan við 5 mínútum áður en það steytir á og ná að draga þá skipið aftur út á nægilegt dýpi og tekst það nóttina, þá voru þeir
búnir að hefja þá þegar stanslausa þyrlubjörgun. Þeir voru held ég með 3 þyrlur bara í keðju og þeir kom ekki fleiri þyrlum að bara vegna veðursaðstæðna. Þannig að þó að hafi verið fleiri þyrlur aðgengilegar, þá voru það aðeins þessar sem gátu bjargað og það voru 1300 manns um borð og þarna tæpum 12 tímum síðar þeir eru bara búin að bjarga 200 með þyrlu. Þannig að sér ennþá um borð rúmlega 1000 manns. Ef að skipið hefði steytt á skerinu, þá hefði þetta orðið þeim ofviða. Það alveg ljóst. Þannig að þarna var heppni sem spilaði inn í. Það sama upp á teiningnum ef að slíkt gerist vestur af Íslandi. Við höfum okkar 3 þyrlur og undir slíkum kringustæðum myndum við vonandi geta mannað þær. En svo ekki svo margt annað að spila. Varðskipið okkar myndi að sjálfsögðu stíma á staðinn og þau skip sem að tilfallandi eru á svæðinu. Þá getur hjálpað til aukin umferð skemmtiferðaskipa. Ef það annað skemmtiferðaskip tiltölulega nálægt, þá eru þau jafnvel besti staðurinn til að bjarga fólki um borð og þar eru þau með mat og sjúkraaðstöðu og annað slíkt. En þarna mjög stór óvissuþáttur og áhættusérfræðingar vilja ekki hafa stóra óvissuþætti. Það mjög óþægilegt og það heldur fyrir okkur vöku. Og ég spurjaði, það hafa verið uppi hugmyndur að byggja upp fjölþjóðlega björgunar- og viðbragðsþjónustu á Íslandi, svona miðstöð fyrir þessa starfsemi. Hvar það mál statt í dag? Já, sú hugmynd hefur verið í umræðinu í svolítinn tíma. Ég sat í stýrihópi fyrir þáverandi innanríkisráðherra fyrir nokkrum árum þetta mál og við skiluðum skýrslu þar sem að við lögðum til að það væri of bratt að fara í stofnun miðstöðvar að svo stöddu en mögulega var hægt að hefja undirbúning að slíku verkefni með því að stofna viðbragðsklasa sem myndi þá betur tengja innlenda aðila og hefði starfsfólk sérstaklega í því til að tengja sig nágrannaþjóðum okkar og athuga hver þörfin hjá þeim væri miðað við að stofna slíka miðstöð í Íslandi út. Því að það mjög mismunandi þörf. Danir og Norðmenn myndu líta á þetta á einn hátt og Bandaríkjamenn og Kanadamenn jafnvel á annan. En það alveg þess virði að kanna þá. Við höfum orðið vör við það hjá Gæslunni, við erum í miklu norðurslóðasamstarfi, að það kjósa flestir að halda fundi og að koma saman á Íslandi. Það þýðir 1 flug fyrir flestar þjóðir og það mjög gott og æskilegt að vera hér. Við erum í rauninni hliðið inn á norðurskautinu. Ef einhver ætlar að sigla inn á norðurskauti þá það hérna upp úr Norður-Atlantshafinu og fram hjá Íslandi. Þannig að þessi hugmynd, þetta góð hugmynd og það þarf að kanna betur hvort það sé forsenda fyrir henni. En hins vegar þá varð ljóst að þessar vinnu stýrihópsins að öll norðurslóðaríkin eru að berjast í bökkum við að halda ásættanlegri getu á sínum eigin svæðum og eru þess vegna ekki aflögu fær að svo stöddu að hafa hérna búnað eða starfsfólk með fasta viðveru. En það má alveg vinna í kringum það með því að hafa einhvers konar róteringu, hafa tímabundna viðveru, hafa sameiginlegar æfingar. En svo erum við að vinna þá vinnu nú þegar í miklu og nánu samstarfi við nágrannaþjóðir okkar og svo fyrir hvert leitar- og björgunarsvæði að minnstakosti 1 björgunarmiðstöð sem að sinnir svæðinu og sú miðstöð til staðar í Skógarhlíðinni hjá Landhelgisgæslunni sem þýðir að ef það verður atvik á okkar svæði þá ber Ísland ekki ábyrgð á því að fullnaðar vinna það. Við berum ábyrgð á því að hefja viðbragðið og stýra því þangað til og ef að það klárast eða einhver annar tekur við því. Og við erum með mjög stuttar boðskiptaleiðir til nágrannaþjóða okkar. Það mikill vilji og áhugi á því að vinna þessi mál saman. Sóley, tíminn búinn. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Hernaðar umsvif á norðurslóðum að aukast. Norðurskautsríkin hafa reyndar ítrekað vilja sinn til þess að norðurslóðir verði ekki vettfangur nýs vígbúnaðar kapphlaups og aukinnar hernaðar uppbyggingar. Norðurslóðastefna Rússa kalla þrátt fyrir það á meiri hernaðar uppbyggingu. Rússar hafa lýst miklum áformum endurnýjun herstöða á norðurslóðum sem lokað var fyrir 2 áratugum. Þá hefur Kína einnig sýnt norðurslóðum aukin áhuga. Bandaríkjamenn horfa meira til norðurslóða og á síðasta ári var tilkynnt endurreisn annarar flotadeildar Bandaríkjanna í Norfolk í Virginíu, sem hafði verið aflögð 2011.
Þeir vitnuðu til nýrrar þjóðaröryggistefnu sem kveður á að keppni stórveldana sé hafin á ný. Við komu utanríkisráðherra Bandaríkjanna í febrúar sagði hann að Ísland ekki vanrækt lengur. Hér verða því líklega meiri hernaðarumsvif. Bandaríkin hafa tilkynnt endurgerð flugskýla á Keflavíkurflugvelli fyrir alltaf 35 milljónir dala eða 4 milljarða króna. Til að ræða þessa þróun höfum við fengið Gústaf Pétursson, alþjóða stjórnmálafræðing. Velkomin Gústaf. Kannski upphafi getur sagt okkur aðeins frá þér. Já, takk fyrir það. Gústaf Pétursson heiti ég, MA-gráði í alþjóðasamskiptum með áherslu á öryggismál og sérstaklega öryggismál smáríkja, útskrifaðist frá HÍ 2009. Hef síðan unnið á doktorsverkefni varðandi samskipti Íslands og Bandaríkjanna eftir brotthvarf varnarliðsins og starfaði eins á spil í höfuðstöðum NATO sem útsendur sérfræðingur á vegum utanríkisráðuneytisins. Það var árið 2017. Þannig ég hef svona aðeins verið að rýna í öryggis- og varnarmál og sérstaklega með tillit til smáríkja og þá Íslands. Það sem að ég hef mestan áhuga á að spyrja þig hvort hernaðarumsvif á norðurslóðum sé að aukast. Já og nei. Það fer til hvernig lítur á það. Það sjálfsögðu norðurslóðir, eins og við tölum þar sem norður heimskautasvæðið, er sjálfsögðu opnast að ísinn er að hopa, nýjar siglingaleiðir er að opnast á milli Asíu og Evrópu, betra aðgengi af auðlindum. Þannig að sjálfsögðu er skiljanlegt að ríki á þessum slóðum reyna að auka hernaðarlega viðveru sína. En ekki í þeim skilningi að ríki hafi óttist nágranna sína, óttist einhvers konar ágang eða ádráttlega annarra ríkja, heldur að hafa í huga. Þetta eru erfið hafsvæði, þarna eru eiginlega engir innviðir mjög litlir og þessum skilningi er þá herafli ríkjanna meira svona löggæsluhlutverki og sinna sjálfsögðu leit á björgun en líka svona ákveðin fullveldi staðfesting á því að þetta er nú svæði sem er þá innan lögsögu viðkomandi ríkja og ríkin hafi hagsmuni að gæta. Nú eru Bandaríkjamenn þeir eru búnir að endurreisa aðra flotadeildina í Norfolk, Virginíu. Þeir eru að setja aukna fjármuni í viðhald á Keflavíkurflugvelli. Er þetta ekki þá hluti af þessari þróun? Hvernig lest þú í þetta? Ég les í þetta þannig að vissuleyti er þetta birtingarmynd ákveðna þróunar á norðurslóðum. En þarna er rauninni tvö aðskilin mál að ræða. Það sé annars vegar aukin spenna milli austurs og vesturs eftir innlimun Krímskagans 2014. Það sem að baltnesku ríkin og Pólland og ríki Austur-Evrópu eru að upplifa rauninni svolítið svona martröð fyrir ára. Það sem að rússnesk stjórnvöld tók sér bessaleyfi að innlima annað ríki hluta annars ríkis og breyta landamæri til geðþótta. Við þannan aðburð þá öðlast Ísland aftur sína stöðu sem þessi nauðsynlega landbrú á milli Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta ósökkvandi flugmóðskip í norðri, eins og var oft talað Ísland á dögum kalda stríðsins. Ég les þann skilning í þannig aukna áhuga Bandaríkjanna á Íslandi. En svo náttúrulega flækismyndin líka með þetta, norðurslóðir eru að opnast og við sjáum aukin áhuga annarra stórvelda, til dæmis Kína. Og það má nefna það að í fjölmiðlum nýverið var talað mögulega heimskautahöfn í Finnafirði fyrir austan. Þannig að við erum þá komið með þriðja ríkið, stórríkið, svo má segja, inn í myndina sem er þá Kína með Bandaríkjamönnum og Rússlandi. Þannig að þetta skýrir það sem að utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði hér í febrúar að Ísland er ekki vanrækt lengur. Eða eru aðrar skýringar þar? Nei, ég lít svolítið á þess að maður sé að tala þá beint til íslenskra stjórnmálamanna og sé svolítið að vísa í brotthvarf varnarliðsins 2006 sem gerðist með litlum fyrirvara og sé þá að senda þess merki að þetta hefur ákveðið mistök og Íslandi skipti miklu máli fyrir öryggishagsmuni Bandaríkjamanna. Við má líka nefna það að sjálfsögðu sem stórveldi þá upplifa Bandaríkjamenn með það að mínu áliti að þegar þeir draga sér til hlés þá kemur annar stórríki að fylla upp í tómarúmið. Þannig að ég tel að þeir séu líka einmitt að fylgja svolítið með Kínverjum og með því að vera áberandi, fá Mike Pompeo til að koma til Íslands, að þá séu þeir einmitt líka að senda Kínverjum merki
bíðið við, þetta okkar svæði, við höfum ennþá hagsmuna að gæta. Bandaríkjamönnum hefur verið tíðrætt aukin umsvif kafbáta Rússa í Norður-Atlantshafi. Hvað segir þú það? Já, vissulega. Þetta eitthvað sem náttúrulega fylgt í rauninni okkar utanríkismálasögu áratugum saman í fyrra stríði. Skæður kafbátahernaði Norður-Atlantshafi, líka í seinna stríði. Dögum kalda stríðsins, þá var það meginhlutverk herstöðvarinnar í Keflavíkurflugvelli að fylgjast með og vakta umferð sovéskra kafbáta og reyna að halda sovéska norðurflótanum eins langt frá Norður-Atlantshafi og mögulegt var. Þessi sviðsmynd að birtast aftur kannski með öðrum formerkjum. Segjum að svipað ástandi myndi skapast í Eistlandi, Lettlandi og Litáen eins og gerist í austurhluta Úkraínu, þar sem litli grænir menn spretta upp með stuðningi Rússa, átök byrja þar, breiða svo út, hvaða hagsmuni myndu Rússar hafa, jú að sjálfsögðu, tefja fyrir eða hefta flutning liðsafla og hergagna yfir Norður-Atlantshafið. Og í dag eru flutningar alltaf hætti en á dögum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þá vorum við mörg lítil skip, fá, sem einmitt sigldu þvert yfir í skipalastum. Hagkerfið heims í dag byggist á því að það koma miklu magna vörum hratt yfir. Þannig að tala fá, mjög stór skip, öll í einkaeigu. Hvað gerist ef eitt svona skip færi stundudubl af slysni eða ásetningi? Það sekkur. Hvar viðstödd sem Íslendingar? Hver myndi áhrifin vera? Ég tel að siglingar myndu að lokast einhvern ákveðin tíma, skemmir í það lengri, segjum viku 10 daga, menn áttu að því hvernig að bregðast við þessu. Þannig að kafbátaeftirlit þá á Íslandi náttúrulega bara liður í þessu að fylgjast með Rússum, hvaða bátar koma Norður-Atlantshafið, hverja tegundir þeir og hvaða ógn stafar að þeim. Og sjálfsagt getum við brugðist við ef að svona óheppilegar aðstæður myndu skapast, sem myndi leiða til þess að myndu út átök í Austur-Evrópu sem myndu að smitast yfir á okkar svæði. James Foggo, aðmirall, yfirmaður flotastjórnar Atlantshafsbandalagsins og reyndar gamall kafbátaforingi, hann skrifar grein nýlega þar sem hann að lýsa fjórðu átökunum. Fyrst voru átökin í fyrra stríði, síðan það átök á Atlantshafi í seinni heimsstyrjöld, svo kalda stríðið og nú segir hann fjórðu átökin að hefjast og þá hann væntanlega að vísa til Rússa og jafnvel Kínverja. Hvaða skoðun hefur á þessari sviðsmynd hans? Jú, vissulega. Allt snýst þetta það að hafa yfirráð yfir hafsvæði og við náttúrulega hefum unnið náum Bandaríkjamönnum áratugum saman og mikið af þessu samstarfi snúst það að vita hvað einfaldlega sem sé hvað í kringum okkur í hafinu, neðansjávar og í loftinu og þetta svona ákveðin liður í því líka að Bandaríkjamenn drógust til hlés í einhver tíma, höfðu kannski ekki mikið skilning á því hvað önnur ríki voru að hugsa þessu svæði og núna þegar að Rússar að auka sína eigin umferð og það skiptir máli að fylgjast með því hvað þeir að gera. Hvað geta Íslendingar gert? Nú horfum við á þessar breytingar sem að verða og aukin hernaðarumsvif. Hver eiga viðbrögð Íslendingar að vera? Viðbrögð okkar skipta miklu máli og okkar hlutverk í þessu samstarfi skiptir gífurlega miklu máli. Við tókum mikið við boltanum frá Bandaríkjamönnum þeir fóru með vöktun í kringum Ísland. Landhelgisgæslan annast það starf, rekur íslenska loftvarnakerfið. Þannig að okkar hlutur mikill. Við náttúrulega berum ábyrgð því að fylgjast með hvað í kringum Ísland í samstarfi við önnur ríki og miðla þeim upplýsingum þá áfram til bandamanna Íslands í Evrópu og í Norður-Ameríku. Gústaf, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.